Að læra að takast á við streitu mikilvægur þáttur í heilbrigðu þroskaferli. Þegar við upplifum streitu kviknar á streitusvörunarkerfi líkamans. Líkaminn og heilinn fara í viðbragðsstöðu. Það fer af stað bylgja adrenalíns, hjartsláttur eykst og streituhormón aukast í blóði. Þegar álaginu linnir eftir stuttan tíma eða þegar barnið fær stuðning frá umhyggjusömum fullorðnum aðila, dregur úr streitusvörunar viðbragðinu og líkaminn nær fljótt aftur eðlilegu ástandi. Undir alvarlegum kringumstæðum, eins og þegar ofbeldi eða vanræksla á sér stað, þegar engin umhyggjusöm fullorðin manneskja til staðar til að dempa álagið, verður streitusvörunar viðbragðið að viðvarandi ástandi. Jafnvel þegar engin líkamlegur skaði virðist eiga sér stað, getur langvarandi skortur á svörun frá fullorðnum kveikt á streitusvörunarkerfinu. Endurtekin virkjun streitusvörunarkerfisins ofhleður taugakerfið sem að þroskast, með alvarlegum og ævilöngum afleiðingum fyrir barnið. Þetta kallað skaðleg streita. Með tímanum leiðir þetta til streitusvörunarkerfis sem varanlega stillt á hátt viðvörunarstig. Á svæðum heilans sem hafa að gera með nám og rökhugsun verða taugatengingar færri og veikari. Vísindin hafa sýnt fram á að langvarandi virkjun streituhormóna snemma á ævinni getur raunverulega fækkað taugatengingum á þessum mikilvægu heilasvæðum einmitt á þeim tíma þegar þeim ætti að vera fjölga. Hægt að koma í veg fyrir skaðlega streitu ef við tryggjum að umhverfið þar sem börn alast upp og þroskast einkennist af stöðugleika, hlýju og örvun.